að við þurfum að peppa upp fatlað fólk. Mér finnst ekki við gerum það nógu mikið. Við einhvern veginn tölum fatlað fólk eins og það fatlað fyrsta fólk númer 2, en fólk bara fólk. Velkomin í kosninga sjónvarpsátaks. Hvað heitir þú, frá hvaða flokki ertu í og í hvaða sæti ertu? Ég heiti Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns, ég frá Pírötum og ég í 3. sæti á lista í borginni. Lýstu þínum flokki í 3 orðum. Í 3 orðum. Það væri gagnsæi, valfrelsi og bestun. Að gera betur. Getur þú sagt mér 3 staðreyndir þig? Ég bjó 30 ár erlendis, svo ég hef ekki búið mikið á Íslandi. Ég elska skeifuna. Mér finnst hún ótrúlega skemmtileg og ég veit að mörgum finnst hún leiðileg en mér finnst hún skemmtileg. Og ég á ekki húsdýr en það köttur sem kemur í heimsókn til mín á hverjum degi sem heitir Dísa. Nefndu 3 ástæður fyrir því að fatlað fólk ætti að kjósa þig. 3 ástæður. Jam. Ok. Fyrsta ástæðan að Píratar hafa alltaf staðið fyrir því að það ekkert sem á að gera án einstaklingsins. Svo við tölum mjög fast fyrir því að gera hlutina á forsendum fólks, ekki kerfis eða annað. Það var 1. Númer 2, Píratar hafa staðið mjög fast með ýmsum úrræðum og komið þeim í gegn sem veita fötluðu fólki bara sömu réttindi að lifa í reisn. Það ætti ekki að vera neitt munur og svo erum við bæði mannréttinda og lýðræðisflokkur. Svo við viljum efla þátttöku allra á eigin forsendum. Getur þú lýst samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks í 3 orðum? Í 3 orðum. Aðgengi, reisn og réttindi. Hvaða 3 álegg setur þú á pítsuna þína? Sko ekki ananas. Ég bara ekki ananas, en það sem ég set á ostur og spergilkál og ólívur eða brokkoli, spergilkál, já. Nú ég ekki með vinnu eins og margt fatlað fólk. Hvaða 3 nýjar leiðir getur borgin farið til að breyta því? 3 nýjar leiðir, Já. ekki sem við erum að gera núna. Jam. Númer 1, hafa miklu sterkara og betra samráð við samtök og félög fatlaðs fólks og tengja þau við atvinnulíf. Við erum að gera það en ég vil gera það á nýjar leiðir og finna sterkari vettvang fyrir það. Númer 2, við þurfum að breyta menningunni. Svo Reykjavíkurborg til dæmis hefur það markmið og tekur inn og með fatlað fólk líka í starfi og mörg fyrirtæki, en það ekki nóg. Við þurfum að búa til hvata fyrir fyrirtæki að ráða alls konar fólk. Og 3. Að við þurfum að peppa upp fatlað fólk. Mér finnst ekki við gerum það nógu mikið. Við einhvern veginn tölum fatlað fólk eins og það fatlað fyrsta fólk númer 2, en fólk bara fólk og sumt fólk fatlað. Svo við þurfum að peppa fatlað fólk betur upp svo að við öll skiljum að við erum bara öll eins. Hvaða 3 aðgerðir myndir þú raunverulega stytta biðlista eftir húsnæði fyrir fatlað fólk? Hvaða 3 aðgerðir ég myndi gera? Það eru númer 1, að setja meira í forgang að byggja til dæmis innan við félagsbústaði sem Reykjavíkurborg á. Setja í meiri auknum forgang. Ég vil fleiri kjarnasamfélög, það sem á ensku heitir co-housing. Og númer 3, þá vil ég að við byrjum að breyta húsnæði sem við eigum í meira aðgengilegt húsnæði. Það bara rosalega mikið af húsnæði sem við erum með núna sem ekki aðgengilegt. Og aðgengilegt húsnæði, það virkar fyrir öll. Og það svona pínu
það sem við þurfum að gera. Við þurfum að búa til og hanna borg sem virkar fyrir okkur öll, ekki bara fyrir sum. Einmitt. Ætlar þú að bjóða okkur fatlað fólkinu með, ef þú ert að tala fatlað fólk? Öfluga lýðsauka inni í mannréttindaráði sem ég hef setið í og velferðarráði og öllum hinum ráðunum líka. Ég held að það sé mikilvægt sama hvar við sitjum í borginni sem kjörnir fulltrúar að við munum að hugsa heildrænt okkur öll og ekki bara sum. Svo það sem ég vil bjóða öfluga rödd, öflugari samstarf og öflugari samráð með fötluðu fólki með sitjum minni. Takk fyrir komuna. Takk fyrir að bjóða mér.